Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Í ónefndu húsnæði í Garði á Suðurnesjum hefur á síðustu misserum orðið til stórt og merkilegt safn muna úr ýmsum áttum. Safnið einkasafn Hilmars Foss og fjölskyldu hans. Hilmar flutti í Garðinn fyrir nokkrum árum úr miðborg Reykjavíkur eftir að hafa verið tíður gestur hjá vinu sínum Ingvari Gissurasyni suður með sjó. Hilmar á því að það sé betra veður í Garðinum en við Garðastræti í Reykjavík. Hann keypti því íbúðarhús við innkomuna í Garðinn og annað húsnæði þar sem safnið að verða til. Sjónvarpsfólk Víkufrétta tók hús á Hilmari og safninu hans. Hvernig myndir þú skilgreina þetta rými? Ef þú annarborð skilgreina eða eitthvað? Það er kannski hægt að segja að þessi geymsla að vera með hillur á veggjum. En munina hérna inni? Ertu safnari eða hvað myndir þú svona kalla þetta svona, já, hlutina? Dót. Þetta hérna, mikið náttúrulega hefur komið frá foreldrum mínum og fjölskyldu, margt mjög gamalt og svo hefur svona bæst við hægt og rólega í gegnum marga áratugi. Þannig að þetta er ekkert eitthvað sem að gerist í gær. Hvað fær mann til að safna svona dóti saman á sama stað? Sumir safna frímerkjum og þau eru kannski skynsamari af því að þau taka minna pláss og geta verið í möppu upp í hillu og aðrir málverkum. En sumt grípur augað, er snoturt. Er það fyrst og fremst sem að heilla þig við alla þá muni sem hérna inni? Það er eitthvað sem að bara heillar þig við kannski fyrstu sýn eða? Já, mann dettur eitthvað í hug, maður sér eitthvað eða er sagt frá einhverju og svo sem ekkert eitt frekar en annað. Finnst þér skemmtilegra áhugaverðar ef hlutin eiga sér eitthvað sögu líka? Já, það er náttúrulega, ef maður veit söguna þá fyllir það svolítið upp í tómarúmið í kringum hlutin. Hvar var hann, hver átt hann, til hvers var hann búinn, af hverju var hann keyptur og svo með sumt af hverju áttu svo að hendunum sem kannski varð ekki. Já, með þér eru margir hlutir sem að hefðu annars endað eitthvað staðar í ruslinu. Þér er kannski umhugað þetta að við séum ekki að sóa einhverjum hlutum sem virðast kannski oft bara hversdagslegir. Ég sumt náttúrulega getur elst og haft áfram notagildi sitt. Annað verður kannski til gagnsleysis en er gaman að eiga. Sumir eins og ég segi safna hlutum X og aðrir Y og mér er aldrei, allavega fyrir mig, einhverju ein átt í einum hlut eins og kannski frímerki eða eitthvað svoleiðis sem að margir hafa mikinn áhuga á. Að það kannski er ekki alveg eitthvað sem hefur nokkru sinni gripið mig. Þetta er meira svona bara, eins og maður segði á ensku, seemed like a good idea at the time. Nú er hérna náttúrulega ótrúlega fjölbreyttir hlutir en svona við fyrstu sýn þá sér maður hérna flugvélar, mótorhjól og bíla. Ertu svona tækja dellukall einhver? Nei, í raun kannski ekki en bifreið er náttúrulega praktísk en hún getur líka verið snottur og skemmtileg. Flugvélar náttúrulega hafa sína funksjón til síns brúks og sjálfsagt væri eins og þessi flugvél sem er hér hægra megin við mig fljúgandi ef að umhverfi flugmálayfirvalda væri skynsamara heldur en þeir í dag. En já, eins og bílarnir hana, er þetta eitthvað sem þú notar eða standa þér bara svona upp á fegurðina að gera þetta? Nei, maður hefur gaman af því og það er annað sem er hér á Reykjanesi og út á Garðskaga eru virkilega skemmtilegar akstursleiðir sem maður er komin á strax og maður er búinn að bakka út úr innkeyslunni. En í Reykjavík er umferðin þannig að hún er eiginlega hörmung og eymd þar til komin út fyrir borgina. Einu sinni settu menn möl í hólur til að losna við hóluna en í Reykjavík búa þeir til hólurnar það snúa bara í hina áttina að hitta hraðahindrun. Hvað er eitthvað sérstakir munir sem eru í einhverju uppáhaldi eða eitthvað svoleiðis sem maður spyr þannig? Já, sem maður tæki með sér ef maður þurfti að flýja. Nei, kannski ekki. Sængin. Hefur eitthvað tilfinningar í garð þessara hluta? Þú veist, fyrir utan að þeir gleðja augað? Já, svona ef maður myndi missa eitthvað að brjóta. Ég held að maður myndi nú ekki fá neitt ekka yfir því. En það kostar ekkert að ganga vel um. En já, þú
talandi kostnað, hvað er þetta mikið sem þú ert búin að fá einhvern veginn ratað hérna til þín eða ertu búin að eyða miklum fjármunum í þetta? Nei, maður myndi nú kannski ekki segja að það veri svo. Oft hafa ratað hluti sem einhver ætlar að henda, sér ekki notagildi í. Stundum er ekkert gaman að einhverjum hlut sem að situr einn upp á hillu en hafir annan hlut til að hafa við hliðina, þá allt í einu fyrir þetta að verða svolítið öðruvísi. Gamall olíubrúsi er bara gamall olíubrúsi og ljótur inn í bílskur, en svo ef þú búin að setja hann kannski einhvern annan stað, þá allt í einu verður hann dekoratífur. Hliðin á gamalli bensíndælu kannski eins og hérna fyrir aftan okkur. Til dæmis. Hérna virðist hver hlutur svona eiga sér sinn stað. Ertu mikið búin að pæla þetta út svona hvernig þú setur þetta upp? Nei, þetta hefur svona bara ratað á sína staði. Þannig að það er engin sérstöku vangavelta í margar vikur áður en eitthvað fyrir á einhvern stað. Og oftast þá einhvern veginn ratar hluturinn bara á einn stað og svo er hann þar. Hvað sérðu fyrir þér svona að þetta rými verði í framtíðinni? Verður þetta eitthvað sem að almenningur getur borið augum eða er þetta svona fyrir kannski þig og vinnum vandamenn eða hvernig sérðu það fyrir þér? Maður hugsa þetta fyrst og fremst bara sem hús til notkunnar. Hér getur maður skipt bremsuklossan á bílnum sínum og bónað og svo framvegis. Þannig að það er sko allt í funksjón, þar að segja, það er ekkert hérna sem að ekki hefur, er ekki hægt að nota, maður þarf að grípa til. Ég rampaði til mín eldgamall rörskeri fyrir slysni í sumar og svo þegar ég þurfti að skera sæmilegt rör þá var ágætt að nota hann og skila honum svo bara á sinn stað aftur, ekki honum í verkfærakistuna reyndar. Náttúrulega ef að pláss leyfir, þú talar það, geta notað plássi, en það er náttúrulega orðið svolítið þétt setið hérna. Hversu miklu getur þú bætt við því? Segir einhvern tímann stopp eða hvernig er það? Maður náttúrulega tekur ekki eða hleypur ekki eftir sko, hverju sem er og oft þarf skynsemin að ráða og maður þarf að halda sig frá einhverju sem gæti verið voða gaman að eiga. Meðal safnmuna í eigu Hilmars er kók-góskellir sem var á skemmtistanum Bergási í Keflavík og allir keflíkingar á miðjum aldri þekkja. Einnig er þar að finna glimskrattan af veitingastaðnum Olsen Olsen, barborð af Hressó, en hluti þess er ennþá í notkun í sjoppu í Keflavík. Aðspurður hvort hann láti hluti frá sér af safninu, þá viðurkennir Hilmar að hann selji frá sér bíla, en smærri hluti hefur hann ekki látið frá sér. Er þetta eitthvað sem að fullt af þessu kannski ætti heima á safni en fólk hefur kannski ekki átt að segja á því að ætti heima þar eða? Já, sko ef við horfum til ýmissa safna á Íslandi þá eru þau mörg hver áskaplega stöðnuð. Ég maður þegar maður var pínulítill og fór fyrst á þjóðminjasafnið þá þótti voða merkilt að sýna manni gamalt skyr í einhverju krukku og þegar ég fór þar síðast, þetta er svolítið langt síðan, þá var skyrið á sama stað. En mér langaði miklu frekar að sjá hina hlutina sem voru inn í geymslu og enginn hafði séð. Og ef að safn er geymsla sem enginn sér, til hvers er það þá? Til hvers er að friða hluti eins og innréttingarnar úr Reykjavíkur apóteki þegar að enginn veit hvar þær eru? Kannski búið að henda þeim, kannski einhvers staðar í gámi, en enginn sér þær. Fundarherbyrgi í Eimskipafélagshúsinu sem er milli þilja, en friðað. Hafa einhverjar stofnanir eða eitthvað falast eftir einhverjum hlutum hérna hjá þér? Nei. Kannski vita ekki að því, hér er náttúrulega með alls konar sem er af húsum og götu heiti, alls konar skilti og annað svona sem að einmitt er hluti af borginni og svona, en já, það er enginn sýnt þessum neitt sérstakann áhuga. Ef þeir hefðu sýnt því áhuga og þeir sem það gripu þá þegar það var hægt og kom í veg fyrir að þeir sem að áttu og sáu borgaryfirvöld eða aðrir hefðu annars hent, þá kannski er ekki ýkja mikil ástæða til að ætla að áhugi sé fyrir slíkur hlutum í dag. Þú náttúrulega verið búin að forða fullt af hlutum frá þeim örlögum. Já, kannski eða einhverjir aðrir sem að hafa svo laumað hlutunum til mín og okkar. Það er svo sem þetta segja það svoleiðis.